höldum við áfram í föstudagsþættinum og næsta ætlum við að tala aðeins verkefni sem heitir Rót sem að ég held að sé óhætt að útskýra sem óútreiknanlega sköpun. Það kannski rétt lýsing á þessu verkefni? Ekki slæmt. Hvað er Rót? Já. Samstarfsverkefni, listamanna og skapandi einstaklinga sem að koma saman og búa til verk á einum degi. Hópur sem að hittist á mótnana og svona 8 til 10 manns fá hugmynd og framkoma. Og þetta sem sagt, þegar að gera þetta í sumar og þetta eru nokkur skipti, nokkur hópar eða? Já, 7 hópar og þetta yfir 2 vikna tímabil. Þannig að þetta svona næstu því annað hver dag og við stjórnendum fáum svona smá tíma inn á milli til að vinna eins úr málunum inn á milli. Setja á heimasíðu og vinna myndir og ganga frá og svona. Taka til og græða fyrir næsta dag, elda mat og svona. Hvað eru búinir margir dagar til dæmis núna? Og þið hafi verið áður náttúrulega, þetta er þriðja ári, já. Hvað hafið þið gert? Getið þið nefnt einhver dæmi hvað þú veist, það kemur hópur saman á mótnana 10, 11 skapandi einstaklingar og bara við höfum þennan dag til að gera eitthvað. Hvað með efnivið? Er eitthvað efnivið á staðnum og eitthvað svona dæmi hvað hefur orðið úr? Efniviðurinn er ekki á staðnum, þannig að það er bara verkefni hádegis, svona 2 tíma í kringum hádegið að redda því. Og þá bara höfum við samband við eitthvað, eða bara þá sem okkur dettur í hugur rauninni. Og höfum alltaf reddað því. Alltaf reddað öllu sem þarf að gera. Já. Bara... Og ég meina sumt kaupum við og sumt fáum við lánað og bara ýmislegt. Eða þú veist, þetta er bara fyrir eftir hvað það er. Þetta er svo rosalega ólíkt. En hvernig dæmi? Já, taka bara gerdaginn. Já, til dæmis. Við vorum að klára skemmtilegt verkefni í gær. Það var mikil pæling sem sagt, af því að það er svona svolítið skemmtilegt það sem við gerum á morgnana þegar við erum að borða morgunmat og spjalla saman og svona. Svo gaman að sjá hvernig hugmynd þróast. Og það eiginlega þróast bara út frá því hvað við erum að tala yfir morgunmatnum. Þú veist, það er bara eins og í gær, var rigning. Og við fórum að tala veðrið. Og fórum að tala hvað væri ótrúlega merkilegt að eina svona smalltalkið sem við eigum á Íslandi er veðrið. Þegar það er búið, þá einhvern veginn á maður ekkert annað. Og út frá veðrinu fórum við að spá í skjól fyrir veðrinu. Og hvenær við hefum sögur að vera veðurteftur og það er svo gaman sem sagt, svo bara þróast það náttúrulega bara áfram og bara eins og samræður gera, þegar þeir eru svona óþvingaðar, svo getur maður rekað sér tilbaka, þá er alveg svona rauður þráður og það er eiginlega rosalega gaman, þegar maður fer bara tilbaka og finnur, þú veist, hvar við byrjum og hvernig komumst við hingað. Og verkið var það eiginlega til úr þessum rauða þráði, úr öllu sem var búið að tala þá allt í einu semst í gegnum regn og í gegnum skýli og regnhlífar og að vera veðurteftur. Við vorum eitthvað búin að ræða kóngulær, hraun og eldgos og hvað væri afslappandi að vera inni þegar það væri vont veður og eitthvað. Og hlusta á rigningu, það var eitthvað. Og sofa, við vorum pínu þreytt. Já. Og þá sem sagt var til hugmynd að byggja svona hálfgert skýli og fylla það af hengirúmum og hafa báru á þakinu þannig að þú myndir heyra svolítið vel í rigningunni. Svona er ekki búið að rigna síðan þetta morgun. Það var bara hægt að rigna leið sem var reynda fínt þannig að við fengum að smíða í ekki rigningu. Við tölum líka það að það er svo erfitt að gera verk út frá veðrinu að því svo breytist það bara svona allt í eitthvað allt sem við ætlum að vinna með er farið. En já. En við smíðum á einum degi þetta skýli sem er þarna núna upp í Listagili og fylltum það af hengirúmum sem við fórum bara og keyptum allt sem við þurftum, lituðum hengirúmin af því við fundum ekki... Með bleki. Með bleki. Ég er svona blá á höndunum í dag. Og af því við fundum ekki eitthvað tauefni sem okkur vantaði og þannig að við erum þá búið að fara á 6 staði eða eitthvað, leita tauefni og svo bara redda maður sér alltaf einhvern veginn, Þetta þarf að gerast á einn degi, svo ef maður er í einhverjum svona reddingum og fólk segir já, við fáum þetta á morgun, ef við fáum þetta í næstu viku, það er bara eða panta þetta á netinu. Nei, fekk það alveg nokkur sinnum í gær,
rosa típiskir Íslendingar, það bara núna eða aldrei. En þannig gerast líka hlutirnir. Já. Tímaraminn hlýtur að gera það verkum að þið eru bara, það þarf að taka ákvörðun og það þarf að gera þetta núna. Það er engin tími til þess að fá betra og kannski þess vegna gerist. Algjörlega. Já, og það er líka það sem að mörgum finnst pínu skrítið og sérstaklega þeir sem koma erlendis frá og eru að taka þátt. Þeim finnst pínu skrítið hvernig við getum gert þetta. Það eru 2 frá Hong Kong og það er bara, þetta myndi aldrei gerast svona. Þetta er pínu klikkað. En svo eru þær núna rosa áhugasamar að hvort við værum kannski til í að koma bara til Hong Kong og vera með rót þar. Já, við vorum að ræða þetta í gærkvöldi. Það er alveg ný hugmynd. Það hljómar reyndar mjög vel. Við erum með livestreami. Þeim finnst þið búið að klikka. Aha, nákvæmlega. Að lokum, þið eru með heimasíðu. Já. Rot-project.com Og á Facebook undir Rot. Já, það er bara undir Rot og svo erum við með hashtag og Instagram og bara erum að reyna að vera sýnileg. Þið eru svolítið í gilinu, þannig að... Já, það er alveg svona aðalega í gilinu. Við reyndar aðeins skutumst á Hjaltari og framkvæmdum einn mistök einn gjörning í Áhugaverðan gjörning. Hann á eftir að verða svona eftirminnilegur. Og það verður ný regnskógurinn, ný saga, fyrirlega saga. En að lokum þetta er líka, þið fáið styrki, er ekki að segja frá þeim? Menningarráð Eyþings eða Sóknaráætlun Norðurlands eystra. Eða uppbyggingarsjóður, veit ekki alveg hvað, þetta er einhvern veginn allt undir sama hattinum. Styrkir okkur og bara það er stærsti styrkurinn. En svo er Akureyrarstofa eða Akureyrarbær, við erum búin að gera samstarfssamning við þau til 3 ára. Þannig að þetta verður áfram. Þannig að þetta verður allan á næstu 2 og svo eru bara fyrirtæki út allan bæ sem er að styrkja okkur. Norðurorka líka. Norðurorka. Glæsilegt. Bara gaman að fylgjast með ykkur og ég bara takka fyrir spjalli og ég ætla bara að hvetja fólk til þess að kíkja við í gilinu og fylgjast með þessu og þið veitir bara aldrei hvað gerist.